heilbrigðisráðherra, landlæknir, forstjóri og aðrir góðir ársfundargestir. Ég mun nú gera grein fyrir ársreikningi Landspítala fyrir árið 2017. Venjubundin áritun ríkisendurskoðanda í kjölfar endurskoðunar felur í sér staðfestingu þess að ársreikningur gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu, afkomu, breytingu á haldbæru fé í samræmi við lög. Fyrir árið 2017 niðurstaða ríkisendurskoðanda hins vegar sú að ekki látið í ljós álit á ársreikningnum. Heldur að ræða áritun án álits. Ástæða þess innleiðing á nýjum reikningsskilareglum eftir gildistöku nýrra laga opinber fjármál og á alþjóðlegum reikningsskilastaðli IPSAS. Stjórnvöld vinna nú að innleiðingu þessa og þar á meðal á atriðum sem hafa veruleg áhrif á reikningsskilin. Þessi atriði valda því óvissu þannig að ríkisendurskoðandi gefur ekki út álit á ársreikningnum okkar fyrir árið 2017. Að ræða færslur bæði í rekstrarreikningi og í efnahagsreikningi og ég mun gera nánar grein fyrir þeim síðar. Umræddar færslur eru byggðar á stjórnvaldsfyrirmælum og hefur fjármála- og efnahagsráðuneyti lýst því yfir að heimilda Alþingis verði aflað fyrir þeim síðar. Fjárheimildir og rekstrartekjur ársins 2017 námu samtals 65.384 milljónum króna og rekstrargjöld 65.322 milljónum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Á milli áranna 2016 og 2017 hækkuðu rekstrargjöld spítalans 7,1% og fjárheimildir að meðtöldum sértekjum 7,4% á verðlagi hvors árs. Rekstrarafgangur Landspítala á árinu 2017 nam 62 milljónum króna. Heildarvelta spítalans nam 68,1 milljarði að meðtalinu veltu vegna S-merktra lyfja sem notuð eru á Landspítala en greidd af Sjúkratryggingum Íslands. Eins og áður segir hækkuðu fjárheimildir og rekstrartekjur alls 7,4% milli ára. Þar af nema verðlagsbætur fjárlaga 4,4% stigum eða alls 2,7 milljörðum króna. Hækkun rekstrartekna nam 2,7% eða 227 milljónum á verðlagi hvors árs. Launagjöld eru langstærsti kostnaðarliðurinn eða ríflega 74% af heildargjöldum. En nánar verður fjallað rekstrartekjur og launagjöld hér á eftir. Lítum aðeins á rekstrargjöldin. Rekstrargjöld, önnur en laun, eru tæplega 25% heildargjalda og hafa hækkað 7,8% milli ára eða 1.167 milljónir króna. Meginskýring þessarar hækkunar felst í sérstöku viðhaldi fasteigna sem áður taldist til stofnkostnaðar en með nýjum lögum opinber fjármál telst þetta til rekstrargjalda. Sérstakt viðhald fasteigna var 1.062 milljónir króna á árinu 2017. Þrátt fyrir aukna veitta þjónustu dróst kostnaður vegna lækninga, hjúkrunar og rannsóknarvara saman milli ára og lyfjakostnaður dróst umtalsvert saman. Hér endurspeglast bæði góður árangur útboða Landspítalans og styrking íslensku krónunnar. Kostnaður vegna aðkeyptrar þjónustu hækkaði hins vegar milli ára enda hefur launaþróun á almennum markaði mikil verðáhrif á þessa aðkeyptu þjónustu svo sem ræstingar og fleira. Áður en ný lög opinber fjármál tóku gildi voru varanlegir rekstrarfjármunir Landspítala, gjaldfærðir sem stofnkostnaður. Árið 2017 því fyrsta reikningsskila árið þar sem afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna eru færðir til gjalda í rekstrarreikningi. Þessar afskriftir nema rúmlega 1% af heildargjöldum. Fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld námu 45 milljónum. Þá eru það rekstrartekjurnar, þær hækkuðu 2,7% milli ára eða 227 milljónir á verðlagi hvors árs. Rekstrartekjur frá ríki vegna fjármögnunar tiltekinna verkefna hækkuðu milli ára ríflega 500 milljónir.
Í fyrsta lagi hækkaði framlag ríkisins til rekstrar biðdeildar á Vífilsstöðum til samræmis við raunumfang þessa rekstrar. Í öðru lagi breyttist fjármögnun útskriftardeildar aldraðra á Landakoti sem var í formi fjárveitingar á árinu 2016 en á formi rekstrartekna á árinu 2017. Í þriðja lagi tók Landspítali við klínískum brjóstaskoðunum með samningi við Krabbameinsfélag Íslands í ársbyrjun 2017. Fjármögnun þessa verkefnis var í formi rekstrartekna en á móti komu aukin gjöld. Tekjur af ósjúkratryggðum sjúklingum jukust frá fyrra ári 175 milljónir króna vegna fjölgunar ferðamanna en að sama skapi eykst að sjálfsögðu kostnaður. Tekjufærðir styrkir til fjárfestinga lækka milli ára tæplega 300 milljónir vegna breyttra reikningsskilaaðferða. Aðrar tekjur lækka tæplega 170 milljónir milli ára. Hér á fyrst og fremst að ræða þjónustutekjur á rannsóknadeildum og dag- og göngudeildum. Þrátt fyrir umtalsverða aukningu á starfsemi og gjaldskrárhækkanir milli ára, þá varð ekki hækkun á þessum lið vegna breytinga á reglum greiðsluþátttöku sjúklinga, en þessar reglur tóku gildi í maí 2017. Hér hefur einnig áhrif lyfsala úr útsölu eða afgreiðslu apóteki Landspítalans, en verðmæti lyfsölu lækkar milli ára vegna styrkingar íslensku krónunnar. Launagjöld hækkuðu 11,2% milli ára, dagvinnulaun 9,2%. Þar hefur áhrif fjölgun greiddra ársverka 3% og launahækkanir samkvæmt kjara- og stofnanasamningum. Kostnaður vegna yfirvinnu hækkar 11,6% eða talsvert meira en nemur launahækkunum, enda hefur breytileg yfirvinna aukist talsvert frá fyrra ári. Önnur laun hækkuðu töluvert milli ára og töluvert meira heldur en aðrir launaliðir. Kemur þar einkum tvennt til, annars vegar afturvirkar hækkanir vegna kjarasamninga ríkisins sem undirritaðir voru á árinu 2018, svo og afturvirkar hækkanir vegna samkomulags ríkisins við ASÍ og BSRB jafnlaunaþróun. Hins vegar að ræða kostnaðaráhrif vegna gjaldfærslu orlofs- og frítímaskuldbindinga í samræmi við ný lög opinber fjármál, en árið 2017 fyrsta reikningsskila árið þar sem slíkar skuldbindingar eru bókaðar jöfnum höndum í takt við ávinnslu þeirra. Launatengd gjöld hækka 9,3% milli ára, starfsmönnum fjölgaði 3,3% en ársverkum 3% eins og áður sagði. Þá það efnahagsreikningur spítalans. Varanlegir rekstrarfjármunir Landspítala voru áður gjaldfærðir sem stofnkostnaður í rekstrarreikningi, en við gildistöku og innleiðingu nýrra laga opinber fjármál var slík gjaldfærsla á kaupári lögð af og fjárfesting eignfærð og afskrifuð á áætluðum notkunartíma. Varanlegir rekstrarfjármunir sem keyptir voru á árunum 2011 til 2016 hafa verið endurmetnir og færðir til eignar. Gjaldfærsla stofnkostnaðar sem sagt bakfærð og hlutirnir færðir til eignar og afskrifaðir á áætluðum notkunartíma. Fasteignir Landspítala eru ekki eignfærðir hjá spítalanum og það samkvæmt ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Krafa spítalans á ríkissjóð sýnir greiðslustöðu í lok árs 1228 milljónir króna. Þessi staða sýnir mismun á milli ríkisframlags og greiðsla úr ríkissjóði til spítalans og þar á meðal vegna fjárfestingaframlags. Skuldbinding spítalans vegna orlofs- og frítímaréttar starfsmanna í árslok 2016 var á þeim tíma ekki bókuð í efnahagsreikning sem skuldbinding vegna eldri reikningsskilareglna. En við gerð stofnanahagsreiknings Landspítala í upphafi árs 2017 samkvæmt nýju reglunum var þessi áfallna skuldbinding færð í efnahagsreikning. Hins vegar vantaði fjárveitingar á móti og því hefði höfuðstóll spítalans orðið neikvæður allt að 6 milljarða króna ef ekki hefði verið gripið til aðgerða. Því bókuð til bráðabirgða krafa á ríkissjóð vegna þessa samkvæmt fyrirmælum fjármálaráðuneytisins.
Samkvæmt yfirlýsingu fjármálaráðuneytisins verður borin upp tillaga við vinnslu og afgreiðslu ríkisreiknings fyrir árið 2017 fjárheimild á móti til að bæta ríkisaðilum þá neikvæðu stöðu sem uppfærsla skuldbindingarinnar myndaði. Þrátt fyrir jákvætt eigið fé í árslok 2016 og tekjuafgang í rekstrarreikningi ársins 2017 höfuðstóll spítalans neikvæður í árslok 2017. Meginskýring þessara neikvæðu stöðu færsla launaskuldbindingar í lok árs 2016 í stofnefnahagsreikning 1. janúar 2017 að upphæð 784 milljónir. Vegna eldri reikningsskilareglna var þessi skuldbinding óbókuð á árinu 2016. Engin fjárveiting hefur komið á móti þessari færslu ennþá. Uppfærsla eldri fjárfestinga til eignar vegna áranna 2011 til 2016 nam 5.115 milljónum. Fjárfestingaframlag til spítalans á árinu 2017 nam 1.468 milljónum og fjárfestingar ársins þar af 1.306 milljónum. Að auki komu til gjafir og styrkir til fjárfestinga. Til að tryggja samjöfnun tekna og gjalda í rekstrarreikningi á næstu árum hér bókað til skuldar í efnahagsreikningi framlög og tekjur til að mæta þessum afskriftum á næstu árum og nemur sú fjárhæð 5.968 milljónum. Skuldbinding spítalans vegna orlofs og annarra áunninna frítímaréttinda starfsmanna í árslok 2017 færð til skuldar í efnahagsreikningi. Gjaldfærsla í rekstrarreikningi á sér svo stað við ávinnslu réttinda eins og fram kom. Áður var skuldbindingin ekki bókuð til skuldar og gjaldfærsla ekki bókuð við ávinnslu. Eins og að framan rakið hefur ársreikningur Landspítala tekið miklum breytingum frá því sem áður var. Þrátt fyrir erfið úrlausnarefni vegna innleiðingar þessara nýju reglna þá teljum við að nokkuð vel hafi tekist til og að reikningsskilin gefi góða mynd af rekstri spítalans og þeirri framsæknu og skilvirku starfsemi og þjónustu sem þar fer fram. Og nú förum við í sóknina. En einu sinni hefur Landspítala tekist að halda rekstri sínum innan fjárheimilda en auka á sama tíma framboð og þjónustu. Þetta ber að sjálfsögðu að þakka starfsmönnum spítalans sem ekki aðeins sinna ernum daglegum skyldum heldur vinna jafnt og þétt að því að þróa þjónustuna, bæta hana, auka öryggi og efla gæði. Þessi vinna skilaði sér á árinu 2017 á margvíslegan hátt, til dæmis í glæsilegum árangri við að fækka spítalasýkingum, í nýsköpunarverkefnum eins og opnun bráðalyflækningadeildar samkvæmt breskri fyrirmynd sem að leitt hefur til skemmri legutíma og bætts flæðis á spítalanum og síðast en ekki síst í frábærum árangri við að framfylgja biðlistaátaki stjórnvalda. Bið eftir meðferð sjúklingum erfið og mikilvægt að sjálfsögðu hún sé sem styst. Vel gekk á árinu 2017 að stytta þessa bið eftir þeim aðgerðum sem átaki náði til, það að segja gervileiða aðgerða á hné og mjöðm, augnsteina aðgerða og sérhæfðra kvensjúkdóma aðgerða. Þessi mynd sýnir þróun meðalbiðtíma sjúklinga á biðlistum viðkomandi sérgreina og þar má sjá til dæmis að bið eftir augnaðgerð hefur farið úr 11 mánuðum í upphafi árs 2017 niður í 4,8 mánuði í lok ársins og bið eftir bæklunaraðgerð úr 11 mánuðum niður í 6 mánuði. Ef svo fer fram sem horfir mun biðin styttast enn á þessu ári og þeim næstu vegna þess viðbótar rekstrarsvigrúm sem að stjórnvöld hafa skapað spítalanum til þess að sinna þessari þjónustu. Þessi mynd ásamt jákvæðri rekstrarniðurstöðu spítalans fyrir árið 2017 sýnir svo ekki verður villst hagkvæma og árangursríka nýtingu fjármuna á Landspítala í þágu landsmanna allra. Takk fyrir. Kærar þakkir, María. Þá komið að því að kynna glænýjan samskiptasáttmála spítalans,
Hann var unnin með víðtækri þátttöku starfsmanna. Við héldum alls 50 starfsmannafundi til að undirbyggja þetta mikilvæga verkefni. Og það er Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga, sem ætlar að fara núna yfir sáttmálann. Gjörðu svo vel, Ólafur. Sæl og blessuð öll sömul. Það er gaman að sjá svona